Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og að þessu sinni þá erum við komin hérna upp í Háskólann á Akureyri, nánar tiltekið á bókasafnið. En við ætlum aðeins að ræða hérna við forseta heilbrigðisvísindasviðs sem líka geðhjúkrunarfræðingur og okkur langar til þess að ræða aðeins geðaðstoð og aðstoð við fjölskyldur og byrjum kannski aðeins á því að fá bara að heyra smá bakgrunninn þinn. Já, það hérna ánægja að segja frá bakgrunninu mínum. Mál það að fólk náttúrulega kannski horfir á mig sem stjórnandi heilbrigðiskerfi, en ég hef alltaf verið með svona rauðan þráð með stjórnuninni alla tíð sem eru fjölskyldur og fjölskyldugeðsjúkra. Og eiginlega kom áhuginn á því, auðvitað persónulegur áhugi þarna inn á milli, en ég fór í meistaranám í Háskólanum í Pittsburgh og þar lærði ég fjölskyldumeðferð og þar þurfti ég að hitta fjölskyldur, taka það upp á vídeó, taka það upp á segubönd og algjörlega greina hvernig ég sinnti fjölskyldum. Og mér finnst svona að þú lærir ekki fjölskyldumeðferð nema að fara held ég alla leið í því. Og það var svolítið merkilegt þarna í Pittsburgh með fjölskyldurnar að þær voru af svo miklum fjölbreytileika og miklu fjölbreyttari heldur en hérna á Íslandi. Því að ég var hvít og ung en fjölskyldurnar mína voru meira og minna af öðrum húðlit, öðrum kynþætti, allt öðruvísi en ég og það var mikill lærdómur. Þannig að þar fékk ég mjög góða lexíu í því að sinna fjölskyldum og ég sagði, já þarna hjarta mitt. Já. Og hérna þarna, já þetta eitthvað sem ég langar að þróa áfram. Síðan einhverjum árum seinna þá ég í Belgíu og langaði þá að byrja doktorsnám og þar líka að læra fjölskyldumeðferð og það var meiri svona parameðferð og það var alveg við 2 ára skeið og ætlaði þá að rannsaka fjölskyldugeðsjúkra. En svo skildi ég, þannig að ég fór heim til Íslands aftur og það einhvern veginn varð brot af því. Þannig að ég fór að vinna og vinna í stjórnun og þá fór ég alltaf samt að horfa á fjölskyldurnar, var að spá í alls konar þróunarverkefni, hitta fjölskyldur, lenti í norrænu verkefni þar sem við vorum að þróa eitthvað sem við köllum fjölskyldubrú, þar sem þú sinnir börnum sem eiga foreldra með geðsjúkdóma. Síðan kom eitthvað óþol í mig í þessari stjórnun og ég fer í doktorsnám og ég var alltaf með doktorinn í maganum og ég bara skulda þessum fjölskyldum að ég klári doktorspróf það hvort að fjölskyldustuðningur virkilega hafi áhrif. Og ég geri stærðarinnar rannsókn 2007 til 2012, ver rannsóknina mína 2012 við Háskóla Íslands og hjúkrunarfræðingur númer 2 sem útskrifast með doktorspróf frá Háskóla Íslands. Og rannsóknin mín þar, ég þróaði bæði spurningalista til þess að mæla hvort að fólk upplifði stuðning fyrir og eftir meðferð og ég kenndi hjúkrunarfræðingum á einni deild ákveðna aðferð við að styðja fjölskyldur og bar saman við aðrar 3 geðdeildir hvort að sem að fengu þá ekki fengu ekki fræðsluna þennan stuðning og bar það saman. Og það kom í ljós að þar sem að við þjálfuðum fólk í þessum aðferðum að þar upplifðu fjölskyldurnar meiri stuðning. Og samt sögðu hjúkrunarfræðingarnir mínir á hinum deildunum sögðu Eydís, við erum alveg að styðja fjölskyldur. Þá sagði ég bara, fínt, þá kemur það bara í ljós í tölunum mínum. Skilju, í því hvað fjölskyldurnar að segja. Já. Og síðan ég búin að vera að skrifa þetta í háskólanum og langar að halda áfram þessu rannsóknum með fjölskyldunum. Og mér langar sérstaklega núna að fara meira í rannsóknir þar sem að barna sem eiga foreldra með geðsjúkdóma. Þú líka tekið þátt í stefnumótun og samstarfið við opinbera þennan málaflokk. Hvernig hefur það þróast og hvernig stöndum við í dag? Ég var fyrsta geðheilbrigðisstefnumótun var 1997. Þá var ég fulltrúi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í þeirri stefnumótun og ég fór strax í að reyna að setja inn í þá stefnumótun fjölskyldurnar. Og það í þeirri stefnumótun að því ég kíkti á það áður en ég fór í viðtali við þig, að þar segir í texta sem að ég samdi að tæki 5 ár að gera geðdeildirnar eða geðheilbrigðiskerfið meira fjölskyldum En þetta var 1997
Síðan hefur eiginlega, sko, það bara mjög flott plagg síðan 97, það bara alveg þykk bók stefnumótun, en það var alls ekki allt sem kom til framkvæmda. Síðan geðheilbrigðisstefnumótun núna tiltölulega ný samþykkt og þar kom ég líka að þeirri stefnumótun sem fulltrúi Geðvísindafélags Íslands og þar komum við inn verkefninu sem sagt þessi stuðningur sem hefur verið þróaður og evidence-based að styðja fjölskyldur þar sem móðir eða faðir með geðsjúkdóm og börnin eru sem sagt í fjölskyldunum og maður gerir þá ákveðinn hátt og hægt að kenna sem sagt meðferðaraðilum þann stuðning og kenna bara heilbrigðisstarfsfólki þann stuðning. Og það þar inni sem forgangsverkefni en ekki, ég hringdi milli jól og nýjárs í ráðuneytið og var þá á náttfötunum manni eftir og spurði hvernig þessu liði og þeir fóru eitthvað að leita og sögðu þetta væri þarna en ég hef ekki heyrt að það sé komið til framkvæmda. Þannig að það í rauninni komið inn í stefnuna en engin peningar, ég að skilja þetta rétt? Já, ég held að það sé svolítið þannig. En ég held og að vona að þessi heilbrigðisráðherra núna ætli sér að styðja þetta verkefni og hann sagði, og það í samningi þessara ríkisstjórnar, að þeir ætla að leggja áherslu á geðheilbrigðismál. Geðheilbrigðismál hafa náttúrulega verið mikil tabú í gegnum tíðina og verið svona mikil skömm sem maður hefur fylgt í. Hefur það áhrif á batahorfur og eða hvort sem það sjúklinga eða aðstandanda og getum við breytt þessu eitthvað meira og þurfum við að gera það? Já, ég held að við þurfum að vinna miklu meira með fordómana og skömmina. Því það virðist vera að þrátt fyrir alla þessa vitundavakningu og góðu umræðu og mjög margir sem hafa komið eiginlega út úr skápnum og að tala sín mál, að þá þurfum við að gera enn betur. Og það sýnir sig að þegar að við sem sagt kenndum fagfólki þennan stuðning varðandi það að eiga foreldra með geðsjúkdóm, að þá sá stuðningur líka til við til dæmis eins og foreldra sem eru dauðvona og eiga börn og það gekk miklu betur að innleiða þann stuðning á krabbameinsdeildina á Landspítala heldur en inn á geðdeildina sem að segir manni að það eitthvað sem við þurfum að vinna með jafnframt þegar við erum að innleiða fjölskyldustuðning á geðdeildina og ég held að það sé sko þetta stigma eða fordómar sem oft bara sjúklingurinn sjálfur hefur mjög sterklega gagnvart sér og sínum aðstæðum sem bara mjög óréttlátt af því að í rauninni geðsjúkdómur eins og hver annar sjúkdómur sem við þurfum bara að vinna með. En það nefnilega að því að maður að velta fyrir sér að auðvitað það alveg saman hvað sjúkdómar að glíma við það, maður þarf kannski eitthvað stuðning bæði aðstandendur og sjúklingurinn sjálfur. Við vorum að ræða það á dögunum að þegar þú ferði í fermingaveislu kannski og þá kemur mjög ólíkt út hvernig þú ræðir annars vegar andlegan eða líkamlegan sjúkdóm aðstandanda og missir þar að leiðandi mögulega af stuðningi. Já, sko bara þegar að fólk mætir í fermingaveislur og ef að makinn í botnlangaaðgerð þá segir það hikstalaust. Ef hann væri inn á geðdeild að fást við þunglyndi þá kemur eitthvað stopp, þú ert ekki endilega að segja það. Þú treystir þig kannski ekki til að segja að makinn sé akkurat núna þegar þú ert í fermingaveistlunni, að hann sé að fást við þunglindið og sé að fá meðferð inn á geðdeild. Og jafnvel þó það væri krabbamein, þú myndir kannski segja það og fólk myndir spyrja og þá kemur þessi samhygð og stuðningur. Þannig að ég held að við þurfum að opna þetta enn frekar, þessa umræðu geðsjúkdómana og það sko til þess að ná batanum að þá það mín skoðun og rannsóknir að sýna það að það ekki nægjanlegt að taka einstaklingin og vera einstaklingsmiðaður og ég segi oft að tína einkennin af fólki og setja það svo aftur inn í sitt umhverfi og vinna ekki með umhverfið og umhverfið náttúrulega fjölskylda einstaklingsins og þeir sem ekki fjölskyldur þá getur skipt máli að vinna með vinina, umhverfið, eitthvað sem nákominn þér til þess að þú fáir skilning og getur haldið áfram í bataferlinu þínu. Nákvæmlega. Það bara svo, veikindi, þau hafa áhrif á fjölskylduna alla. Já. Og það bara þessi kerfislægu áhrif og svo ekki tala nú ekki þú kemur mér núna á skrið sko, að það ekki bara fjölskyldan, kjarnafjölskyldan hér og nú sem að veikindin hafa áhrif á.
heldur það að geðsjúkdómarnir oft það þessi kynslóðaflutningur. Já. Og það ekki endilega ok, það getur verið ákveðin genetík, en það líka að áfallasaga, félagsleg mótun, menningi fjölskyldu að flytjast á milli kynslóða. Maður hefur heyrt þetta í alkasamfélaginu, fullorðið börn alkóhólista eða jafnvel barnabörn alkóhólista, að það sé eitthvað sem fylgi í gegnum kynslóðurnar þegar það ekki unni með það sérstaklega. Og það eiginlega sama fyrirbærið sem að gerast hjá fullorðum börnum geðsjúkra. Og mér finnst við ekki hafa einmitt sinnt því eins vel eins og þeir sem að fara í meðferð varðandi alkóhólisma, þeir fá ákveðin stuðning varðandi þetta og ég þekki það ekki eins vel eins og með geðsjúkdómana, en þar þurfum við virkilega að taka okkur á í að sinna fjölskyldum. Svona að lokum, einhver svona hvatningarorð kannski þar, þú ert greinilega að vinna hérna á baku tjöldi bæði í akademiska samfélaginu og í sjálfboðaliða starfi og meiri sjá náttúrunum milli jól og nýjárs, þá hugurinn inn og ástríðan þarna. Stjórnvöld þá væntanlega að vinna sína vinnu, en almenningur hlýtur að gegna líka einmitt gríðarlega miklu hlutverki. Hvað myndirðu segja við fólk sem að þú veist kannski að einhver að glíma við geðsjúkdóm, til dæmis foreldra barna eða hvernig sem á bara að segja, heyrðu, hvernig hefur mamma þín það? Nú er hún búin að vera ofsalega þunglynd, hvernig gengur? Já, ég held að það sé alveg reynandi að gera það og það bara, ég held að fólk, það komið í óvart að það fái ákveðin stuðning í því samtali. En ég held líka að þegar að þú lendir í þessum aðstæðum, þá eigir að spurja hvaða fjölskyldustuðning fæ ég. Já. Þú átt að spurja í kerfinu hvaða stuðning fær minn fjölskylda í þessu. Af því það ýtir á kerfið og aðhald fyrir kerfið. Og það ýmsir hlutir að gerast í kerfinu. Það verið að innleiða fjölskyldustuðning á sjúkrahúsið Akureyri núna þessa mundir, hefur verið gert á Landspítala og það mjög mikilvægt að í rauninni að það sé auglýst bara miklu meira til þess að þeir sem að komi og fái þjónustu segja, heyrðu, ég heyrði nú að það væri verið að veita fjölskyldustuðning hérna, ég vil gjarnan fá slíkan stuðning. Nákvæmlega. Og einmitt að það bara mikið aðhald. Gaman, ég held reyndar að við getum spjallað þetta í heilan sólarhring ef við kemumst áfram, en gaman að spjalla við þig og virkilega aðdáunarvert að fylgjast líka með ástríðinu og þessum rauða þræði sem að greinilega hverginar hættur og við bara kæra þakki fyrir spjallið. Takk sömuleiðis og takk fyrir að hafa áhuga á þessu málefni.